sérstakann þríhyrning sem heitir 30, 60, 90. En fyrst ætla ég að sýna ykkur hérna jafnhliða þríhyrning. Jafnhliða þríhyrningur, hann hefur allar hliðarnar jafn langar. Þannig að þá gerir maður oft svona eins merki á hliðarnar sem eru jafn langar og þær eru allar eins. Öll hornin eru líka jafn stór í jafnhliða þríhyrningi. Þau eru öll 60 gráður vegna þess að hornasumma þríhyrnings er 180 gráður og 180 deilt með 3 er 60. Við skulum ekki rugla þessu saman við jafnarma þríhyrning. Í jafnarma þríhyrningi þá eru 2 hliðar jafn langar og þarna er ég búin að merkja, svona eins merki á hliðarnar sem eru jafn langar og 2 horn eru jafn stór og það myndi þá vera þessi 2 gulu hérna niðri við grunnlínuna sem eru þá jafn stór. Við erum að skoða jafnhliða þríhyrning, allar hliðar jafn langar, öll horn jafn stór. Og hér er ég búin að teikna eitt slíkan og ég er búin að gera svona merki að allar hliðarnar séu jafn langar. En taka það bara í burtu, það pínu fyrir mér. Og nú ætla ég að ímynda mér að ég sé með hennan þríhyrning, bara teikna hann á blaðið eitthvað og ég brýt blaðið akkurat í miðjuna eða klippi það í 2. Þá myndast 90 gráður horn hérna og þetta horn hérna í toppinum sem var 60 gráður að það fer til helminga og verður 30 og 30. Þannig í rauninni er ég búin að klippa þríhyrningin í 2 og búa til einn svona, eða í rauninni 2 litla þríhyrninga sem eru 30, 60, 90 og það er þessi sérstaki þríhyrningur sem ég ætla að tala um. En horfum bara á hvítu línurnar, þær eru jafn langar, sem sagt þessi og þessi hér. En ef ég klippi þríhyrningin í 2, myndi þá ekki þessi hérna vera helmingurinn af þessu hvítu, er það ekki? Af því ég er búin að klippa hann í 2. Þannig að til dæmis ef að þessi lína væri 10, það væru allar hliðarnar 10, en þá myndi þessi bara vera 5 því hún er helmingurinn. Af því ég klippti hana í 2. Þetta þýðir náttúrulega ef að þessi hlið er einhver tala, bara segjum 2, og þá er þessi helmingi lengri, þá er hún 4. Þannig nú ætla ég bara að segja að þessi hlið er x og þessi hlið er helmingi lengri eða 2 sinnum lengri. Út af því að öll hliðin í stóra 60, 60, 60 er 2x og þegar ég klippi þríhyrningin í 2 að þá er þessi hérna hlið, þessi rauða, helmingurinn af því. Ok, þetta er í rauninni fyrsti hluti reglunar að ef við erum með 30, 60, 90 þríhyrning að þá er stutta skammhliðin sem er rauð á þessari mynd helmingurinn af langhliðinni sem er hvít á þessari mynd. Og sjálfsögðu þá getið þið notað þá liti sem hentar best fyrir ykkur. Þegar vorum að læra Pýþagórsarregluna þá var til dæmis langhliðin alltaf gul. Þetta ef ykkur finnst ruglandi að breytum liti þá bara hafið langhliðina gula og skammhliðina þá kannski bara rauða. En aðalmálið er að stutta skammhliðin er helmingurinn af langhliðinni. Og nú ætla ég að gera nokkur dæmi. Þetta eru allt 30, 60, 90 þríhyrningar. Stutta skammhliðin er helmingurinn af langhliðinni. Stutta skammhliðin er núna rauð og langhliðin er gul. Og ef að stutta skammhliðin er helmingurinn af langhliðinni þá er langhliðin líka 2-falt stærri en stutta. Þannig að hérna ef að gula er 14 þá er stutta helmingurinn því, 7. Ef að stutta er 3 þá er gula 2-falt stærri, 6. Ef að gula er 20 þá er þessi stutta helmingur, 10. Ef að rauða er 4 þá myndi gula vera helmingi stærra. Hérna vitum við rauðu, þannig að aftur er gula helmingi stærra
og hérna vitum við gulu og þá er rauða helmingi minna. Sjáu þið, þetta er reglan. Stutta skammhliðin er helmingurinn af langhliðinni í 30, 60, 90 þríhyrningi. Við getum umorðað þetta og sagt langhliðin er helmingi lengri en stutta skammhliðin. Langa skammhliðin, við getum líka reiknað hana út og ég ætla að gera það í öðru myndbandi. Við getum líka búið okkur til reglu og reglan er reyndar að þessi græna er rauða hliðin sinnum kvadratrótina 3 og ég ætla að útskýra það í öðru myndbandi. En þetta við beint í glósurnar, stutta skammhliðin í 30, 60, 90 er helmingurinn af langhliðinni og langhliðin er þá helmingi lengri en stutta skammhliðin.